ég ætla bara að bjóða velkomin í þáttinn minn. Takk, gaman að vera í þættinu þínum. Já, þú ert fyrsti gesturinn minn. Æ, takk. Og veistu hvað þáttur, þú veist ekki eins og hvað hann heitir þá? Nei, ekki hugmynd. Hann heitir Hvað er að frétta? Hvað er að frétta? Já. Hvað er að frétta? Af því að við erum öll búin að vera meira að minna bara lokuð inni. Þú ert lokaður inni með páfagauk. Hann er að rest núna. Er það betra eða verra að vera fastur inni með páfagauk? Það er fínt að vera með páfagauk, sko. Heyrðu, þetta er mjög einfalt. Ég sækja hann og leyfi þér að sjá hann í mynd. Ok. Hann fær að vera með í mynd í smástund. Ef hann fær að koma út í smástund, þá var hann rólegur eftir það, sko. Ekki málið, það er bara gaman. Ég kem með það. Ok. Ég kem með pása. Ok. Hann heitir ekki pási, en það er asnalegt nafn á páfagauk. Hann heitir Tinni, sem er asnalegra. Tinni. Hæ. Halló. Þetta er Þórhallur. Halló. Eitthvað að pæla hvaða lúð er þetta? Alla haustunum svo fram og tilbaka. Já. Sko. Kúkú. Það var bara athyglisjökur. Já. Þetta er bara að fá að vera með. Nákvæmlega. En já, ég var að spyrja, hvað er að frétta? Hvað er að frétta þér og Tinna? Það er nú bara, það er ekkert að frétta. Já, bara það er gigglaust, barinn minn er lokaður, túristabransinn sem ég er í barinn, það er ekkert að frétta. Það eina sem maður getur sagt er bara, ég sem betur fyrir fæðingarorlofi, en það er ekki eins og fæðingarorlofi sé að borga einhverja svaðalega peninga. Nei. Já, það er bara 3 mánuðir. Já, þú ert nýbakaður pabbi? Já. Já. Þetta er ekki barnið mitt, sko. Þetta er ekki barnið þitt, ok. Nei. Þú átt mennsbarn? Já, svona alvöru barn. Já, ok. Já. Þetta er ekki fyrsta barnið þitt? Nei. Nei, ég á 2 dömur fyrir. Já. Önnur er 19 og hinn 17, þetta er alveg. Já. Þú ert orðinn svo gamall. Jesus. Þú er gamall það. Já, en þú ert allan þá búin að hafa eitthvað að gera með þessu samkomubanni, með þetta samkomubann búin að vera, þá ertu búin að vera sinna barninu og páfagauknum og streyma. Þú er búin að vera að streyma tónlist og syngja fyrir fólki heima sem á að vera í sótkví og svona. Nákvæmlega. Og reyna að gera eitthvað skemmtilegt fyrir fólki heima, þannig að það sé nú gaman. Já. Breytti laginu útihátíð í innihátíð? Innihátíð, já. Það var gaman. Já. Það var svolítið skemmtilegt. Er þetta ekki búin að fá ágætis, þið eru búin að setja tónlistina úr, þú er búin að vera að streyma með honum Þorgils Björgvinsson í gítarleikar á Sniglabandinu. Já. Og svo hefum við farið upp á Kjalarnes í heimsókn til hans Bjössas í gítarleikar í Greifunum. Já. Þannig að það voru 3 gítarleikarar. Já, er það ekkert of mikið eða? Jú, alltaf mikið, en það er ógeðslega gaman. Já. Þegar þeir eru báðir 2 svona vitleysingar eins og ég, sko. Já. Þegar 3 vitleysingar koma saman. Já, þú ættir að þekka það. Við þekkjum 1 vitleysing sem okkar á milli myndar 3-eikið okkur. Jú, við höfum verið, þú, ég og Eyvindur höfum verið að gera mikið með tímaflakk og alls konar sketsa. Vitleysa.is. Nákvæmlega. Tímaflakk og þessin. Já. Það er vitleysa. Já. Ég ætla að setja hann inn í búr aftur. Ok. Og svo kem ég. Komdu svo aftur til mín. Ég kem aftur. Já, þú lofa. Það er koss. Já, bye. Sjá það? En herðu, ég er með spurningu handa þér sem ég ætla að spyrja alla sem að koma til mín í þáttinn. Þegar þú ert lítill, hvað ætlaði þú að verða þegar þú yrðir stór? Já. Varstu með eitthvað svona draumastarf? Sástu eitthvað svona starf eða feril í hillingum þegar þú varst krakki? Ég man þegar ég var sko krakki, alveg svona krakki, þá langaði mig að vera lögga. Já. Svo langaði mig að vera bói. Já. Þú ert svona næstu í bóa, svona gallabóa búning núna.
Já. Þú ert Bjarni Bói. Bjarni Bói. Og já, svo langar mér að löggaftur og svo slökkviliðsmaður því að afi var slökkviliðsstjóri í Hafnarfirði. Og þetta ekki brunavarnarkerfi farið í gang. Þetta bara páfagaukurinn eða. En hann heyrir mig tala og þá vill hann vera með. Ótrúlega. Svo ef ég set vídeókameru á hann, grjótteldarna kjatti, hann veit hvað það er. Þetta er bara aðeinsíki. Já. Svo þegar ég var eldri, þá langaði mig að vera, þá svona kom ýmislegt í ljós sem ég langaði að vera. Mér langaði að vera leikari, mér langaði að vera tónlistarmaður, svo langaði mig að vera uppistandari. Ég hugsaði með mér, þegar ég var krakki þá hlustaði ég á Harry og Heimi í útvarpi og ég sagði, ég ætla að fá að vera í Harry og Heimi eitt góða veðurdag. Svo bara gerum við bara tímaflakk. Já, svo bara gerðum tímaflakk sem var alveg eins. Já. Svolítið í anda. Já, svipið vitleysa. En þú hefur náttúrulega verið tónlistarmaður í mörg ár og uppistandari. Já. Og eitthvað að leika. Þú lest í Harry og Heimi mynd. Ég veit það. Það var svo æðislegt, það var svo gaman. Maður setti þetta út í kosmosi og ég er búinn að segja það, Ég hef sett mér svona takmörk í gegnum ævina, eitthvað sem ég langaði til þess að uppfylla, eitthvað sem ég langaði til þess að gera. Eitt af því var að vera í Harry og Heimi. Ég er búinn að fá að gera það. Þú líka. Við vorum báðir í Harry og Heimi. Okay. Ég var illmennahlátur. Það var einu sem ég gerði í myndinni. Besti illmennahlátur Íslands sögunar. Og það versta var að þetta var fyrsta árið sem að gríman var ekki veitt fyrir þetta hlutverk. Þannig að þú rétt mistir að því. Eddan. Já. Skulum vera rétt staðar. Það er búið að saman þetta í Greddan. Greddan, já, vel gefur. Ég var ekki búinn að missa því. Nei. Svo langaði mig til þess að, hetjurnar mínar í uppistandi voru náttúrulega tvíhöfði. Steinn Ármann Magnússon og Davíð Þór Jónsson. Já, þeir eru ekki tvíhöfði, sant? Nei, radíus segi. Já. Já, þú sagði tvíhöfði. Já, ég meinti radíus. Já. Þetta fara að renna allt saman af því að þú veist, tvíhöfði var eitthvað svona kópí af radíus og allt saman. Já, þú veist. Svo fara þær allir einhvern svona skrítin störfi eins og ég ætla að vera ritstjóri á Bleikt og blátt. Nei, ég er að spá að vera prestur. Ákvedduðu maður, ákvedduðu. Já, og tvíhöfði, ég ætla að vera borgarstjóri. Jón Gunnar. Já. Og svo en þetta var svona, ég vildi fá að vera á sviði með þeim. Það var ógeðslega spennandi. Mér langaði til að fá að vera á sviði með radíusfluga. Ég ætla að fá að vera í radíusflug. Svo voru þeir eitthvað að spá að koma með eitthvað comeback og ég náði að suða mín í það að vera kynnir hjá þeim og skemmtadrið í hléi. Og það var ógeðslega gaman. Já. Og ég fór með þeim í það í svolítið tíma og það var æðislega gaman. Dýrka þessu stráka, þeir eru æðislegir. Var það þá sem að Steinn Ármann hendi skóið eða? Nei, það var aðeins seinna. Og varst aðeins svo lengi á sviði, fannst það? Já, einhvern tíðan þá var ég aðeins svo lengi á sviði. Ég man að þegar að koma inn á sviði og byrja að öskra einhver gamalmenn út í sal og fór að skamma eiginlega þá sem héldu uppistandið hvort þeir var farin að ráða gamalmenni úr Hrafnistu til þess að koma að horfa á uppistandsýningar. Þetta var rosalega. Salurinn algjörlega dó. Mörg snildamoment með honum Steinn Ármanni. Já, ég var svolítið leiðileg, ég viðurkenni það, ég var ógeðslega leiðilegur við hann. Eftir þetta, við fórum í eitthvað partí eftir þetta á Gaukastöng. Hann er eitthvað svona, það er einhver dama að flörta utan í honum eitthvað. Ég ákvað að vera algjör bastard, ég labbaði upp að þeim og sagði, af hverju að fara heim með Grínistæða? Þú getur farið heim með töframanni. Og hún labbaði í burtu með mér. Ég held að síðan síðan þá er hann bara svolítið reiður út mig. Elsku besti Steinn minn. Já, ég held að það sé nú allt glemt og fyrirgefið núna. Já, ég vona það. En svo erum við líka í bíómynd sem á eftir að koma út. Já, þú ert aðalhlutverk í þeirri mynd. Já, þú leikst þar líka. Já, ég leik þar Dyraverð. pirraðan dyraverð. Já.
tekið upp inn á Secret Cellar á staðniðinum. Já. Já. Ég hlakka til að það komi. Hún væri örugglega komin út ef það var ekki út af þessu ástandi. Bíó og allt lokað og allt. Já. Þannig að spurning hvað gerist, hvenær þetta kemur út. Og það bara beint á kassettu. Já. Going old style hérna. Herðu, ég var að pæla hvort þú myndi vilja koma í leik. Ok. Já. Þú ert með kaffið ekki? Ertu ekki með eitthvað að drekka? Ég er með kaffi. Svona, just in case, þá tók ég svona. Já. Líst vel að ég er með svona. Þetta blurrað hér. Já, þetta er áfengt. Það má ekki. Ég er ekki að fá næst spons. Ef að glasið myndi tala núna, það myndi vera. Já. Þú kannast við leikinn Never Have I Ever. Ok, já. Bara ég hef aldrei. Já. Og svo kemur bara með eitthvað fullyrðingu. Já. Og ef þessi fullyrðing á við þig, þá tekur þú sopa. Þannig að þá ert að játa, jú, ég hef gert þetta, skilur. Já. Og við báðir. Þannig að ég byrja kannski að varpa fram spurningum. Já. Ef við höfum báðir gert það, þá tökum við báðir sopa. En málið stundum þetta eitthvað juicy og maður vill fá að heyra söguna bak við þetta. Ok. En þú mátt bara einu sinni spyrja mig, hei, saga. Og ég má bara spyrja þig einu sinni, saga. Þannig að þú ætti að nota það vel. Ok. Ok, ég ætla á ekki bara að byrja. Ok, þú byrja. Ok. Ég hef aldrei stolið bíl. Þannig að ef ég hef stolið bíl þá ég að fá mér sopa. Já. Ok. Ég hef aldrei kýlt einhvern. Ok, ég veit að þú varst að vinna sem dyravörður lengi, þannig að þú varst að vinna við að kýla fólk. Nei, kýldi aldrei neitt sem dyravörður. Ok. Dyravörður er ekki að kýla neitt. Nei, það er reyndar rétt. Nei. Það er spurning hvort að ég ætla ekki að... Ekki að spandera? Nei, ekki sant. Nei. Ég hef aldrei stundað kynlíf utandyra. Já. Í tjaldi einhvers staðar í brúðkaupið eða eitthvað. Förum ekki nánar í þá sögum. Ég hef aldrei... Það voru vitni. Já. Sem vildi ekki vera vitni. Nei. En svo er spurningin, hver þetta var, sko. Það voru ýmsir grunnaðir. En, já. Það held allir að það hefur verið þú. Já, það er... Ok, ég hef aldrei... Á hvernig svona rauður? Ég veit ekki. Það er bjórinn. Ég hef aldrei lent í lífshættu. Já, ég held að þetta krefji sögu. Það myndi ég. Sko, jú, þetta var rosalegt, sko. Ég var að vinna upp á Þingvöllum. Já. Í unglingavinnunni. Fengum það hlutverk að vinna upp á Þingvöllum til þess að gera klárt fyrir 2000. Já, hátíðina. Já. Og vorum búin að vera þarna þetta var einhverju árum áður. Og vorum að gera göngustíga. Og þetta var svona, já, heyrðu, þið getið verið í Reykjavík að vinna frá klukkan þetta til klukkan þetta eða fengið að fara upp á Þingvelli, unnið þar í 6 tíma á dag og verið í rútu í hálftíma fram og hálftíma tilbaka og ég bara vinna minna piece of cake. Þingvelli it was. Og við erum eitthvað að þvælast þarna í Almannagjá. Já.
og erum að raka þar eitthvað. Svo einhverju kaffipásunni, þá fyrir við að skoðum hellana sem eru svona í sem sagt, sprungum í Almannagjá. Það ekki allir sem vita þess að það alveg fullt af hellum í Almannagjá. Já, ég átti einn svona leynihelli þegar ég fór stundum í útilegu þarna á Þingvelli. Já, ég átti leynistað, sko. Við erum að príla inn í einum af þessum hellum og ég er komin alveg lengst upp í eitthvað rjáfur hérna og svo sitt ég hendina upp fyrir einhverja sillu og það er eitthvað svona aðvirðist vera lítill steinn fyrir innan sem ég ætla svona að ýta aðeins til hliðar. Já. Þetta var alls ekki lítill steinn, þetta var mjög stór steinn. Þetta var ekki steinnarmann, en þetta var mjög stór steinn. Já. Og steinninn hann valt og lendir ofan á puttanum á mér. Og ég ætla að fara að kippa puttanum, en þá sé ég að það bara byrjar alltaf að hreyfast þetta frá mig. Og ég segi basically öllum sem eru fyrir neðan mig, segi þeim að bara príla niður og ég hangi þarna með puttan fastan undir steininum hana. Já. Og leið og þau eru komin niður öll og komin undan, þá tók ég puttan undan og stóri hnullungurinn flaug aftur fyrir hausinn á mér og niður allt gatið og þetta var sko, þetta hefur verið svona stór hnullungur. Wow. Ég misti nöglin á allt sko, þetta var bara, en ef þetta hefði farið niður á meðan þau voru ennþá að príla þarna, þá hefðu þau bara öll dreipist. Já. Þannig að þarna lenti, en ég varð permanently lofthræddur þarna. Já, og manstu þau vorum í Shanghai. Já, já. Upp í radioturninum og stóðum á glerinum, það fannst mér erfitt, en ég gat alveg. Já, já. En það var erfitt. Ég gat það næstu ekki. Ég reyndi bara, en líka mér bara, nei, þetta er eitthvað ruglaður. Já. Sko, ég hugsaði bara með mér, ég labba út af glerið og ég hugsaði, þetta er svona örugt og svo bara hugsaði mér sjálf, við erum í Kína. Og þá bara, það er ekkert örugt. Nei, made in China er ekkert endilega alltaf gæða stimpill, sko. Alls ekki. En við fórum til Kína. Já, við skelltum okkur til Kína. Fórum með uppistand í 4 borgum. Já. Og þar á meðal Wuhan. Jú. Wuhan. Og þegar við fórum frá Wuhan, þá fórum við til Beijing og þar vorum við með sýningu. Og daginn sem við vorum með sýninguna þar, þá braust Wuhan veiran út. Þetta er ekki eins og grín. Nei. Þetta er ekki eins og grín. Við vorum hann bara, við rétt sluppum. Við bara rétt, já, við vorum hálfu hnerri of seinir. Já. Vá, þetta er ótrúlegt, svona að horfa tilbaka. Ég hef aldrei keyrt lögreglubíl ökuréttindalaus. En nú verði ég að fá sögu. Þetta krefst sögu. Ég var að leika í bíómynd. Og já, það var ekki svo notað í myndina held ég, þetta var klift út. En það var aldrei spurt, sko, ertu með ökur? Já, ég bara satt í bílnum. Ég gaf, shit, ég er ekki eins og með bílprófmaður. Nei, hvað ætlaðu að gera? Náður út úr bílnum og eltaði svo? Já, ég er í bílnum. Ég hef aldrei unnið sem embættismaður og fengið mér í glas á meðan ég var í vinnunni. Ég er búin að biðja sögu. Ég veit það. Ertu með einhvern leyndan hæfileika? Leyndan hæfileika? Sko, ég veit ýmislegt, það er ekki leynilegt fyrir mér kannski, en þú kannt að herma eftir fuglum. Já, alveg viss ég var að fara með þetta, já. Þú reyndir að kenna mig einhvern tímann. Já. Ég byrjaði það. Já, gerðið. Ok, ég skal gera það. Ok. Smámunur. Hrossagaukur, sko. Þinn hrossagaukur er eins og sé bara rafmagnslaus og fari ekki á.
Þetta er svona, þetta er dauða, þetta er síðasta sem maður segir. Já, dauða hryglutar. Já. En þetta er eitthvað annað í hug, ertu ekki með eitthvað annað leyndan hæfileika sem langar að sýna? Já, eitthvað sem ég er með. Þú veist það, óvenjulegt við mig er, sko, ég er yfirleitt aldrei kjaftstopp eða, og veist, ég hef alltaf eitthvað að segja, en það er einhvern veginn bara smæðmanns akkurat þessa dagana og algjör vanmáttur að geta gert nokkuð skapaðan hlut, gera það verkum að maður er eiginlega hálf kjaftstopp. Það er allir bara, ertu ekki búin að skrifa svo mikið og búið til nýtt og maður er eitthvað, nei, maður er bara andlaus einhvern veginn. Maður er ekkert, manni líður ekkert svona eitthvað, hei, ég er ógeðslega creative og ég ætla að skrifa fullt og búið til eitthvað. Maður er bara eitthvað, hvernig er þetta búið? Og maður á við ég er búin að skrifa frábæran Trump-branda, það er bara sorglegt. Hann er í alvörinu til. Já. En ég, sko, það sem heldur svona geðheilsun hjá manni er það til dæmis bara það að í gærkvöldi þá hringdi ég tóvinum mína í gegnum Skype og við bara spjöllum saman í smástund. Það hjálpaði rosalega. Það er, ég veit hverju það var. Það var ég og ég veit. Nei, það ekki segja. Ég sagði ekki saga. En já, þetta er bara, maður verður bara að lifa lífinu og halda fram að gera það sem maður gera og við erum að dóla okkur í einhverjum verkefnum saman núna og reyna að búa til eitthvað skemmtilegt. Algjörlega. Það verður gaman að geta sagt okkur það en því miður það má það ekki. Því við erum ekki búin að hugsa hvað það sem að gera. Ekki segja það. En þetta verður rúkslega gaman. Og mér líst vel á þess að pælingu hjá þér að vera með svona spjall við fólk og þetta er bara flott hjá þér. Já, svo klippi ég út allt þetta leiðilega þannig að þinn þáttur verður ekki með. Já. Ekki nátt. Nei, ég bara þakka. Þetta fíltir á þetta. Herðu, þetta er miklu betra svona maður. Nei, takk fyrir elsku vinur minn að vera með mér og tala við mig og sprella. Já. Það ekki væntu þig. Takk fyrir mig. Og lakka til að segja þig. Og beða að heilsa Tinna, páfugli. Páfugli. Já, hann er sofnaður. Hann er sofnaður, loksins. Herðu, við sjáumst vonbráðar. Takk fyrir mig. All right. Já, svo í lokið á þáttunum mínum þá langar maður alltaf að heyra inn í mömmu. Hvað er að frétta af mömmu? Maður þarf að heyra í mömmu sinni. Hæ. Hvað er að frétta þér? Allt fínt bara. Ok, gott. Bye. Ok.